Sko ég nota alltaf að maður eigi bara að ímynda sér að barnið mann sjáu ekki og maður sé bara að lýsa öllu sem maður gerir. Ef að barnið er farið að segja færri en 50 orð við 2 ára aldur að þá mögulega erum við hafa ágjur. Að því meiri orðaforða sem þú ert með þegar þú ert 5 ára, því meiri orðaforða myndi hafa þegar þú verður eldri. Og í sambandi við orðaforðan að þá er lestur alveg rosalega mikilvægur til þess að örva orðaforðan og það var eitthvað svona bandarísk rannsókn að barn sem er lesið fyrir, þú veist, einu sinni í viku, það eykur orðafennál svona mikið. Barn sem er lesið fyrir, þú veist, 2 í viku, 3 í viku og svo bara barn sem er lesið fyrir daglega, það er bara með mörgu sinnu meiri orðaforða heldur en ekki. Góðan daginn kæru hlustendur og velkomin í Tröppur. Við setjum hérna talmeinafræðingarnir Tinna og Halldís. Og við ætlum að spjalla við ykkur í dag málþroska barna nema hvað sem eru okkar ær og kýr og fjalla svolítið hvað fólk á að segja við barnið sitt. Og við höfum svona tekið eftir í okkar störfum að fólk er svolítið lens með þetta. Hvernig á að tala við lítil börn? Og við erum kannski svolítið að fókusera á 0 til 2 ára, svona upp í 5 ára kannski, en svona þessi tími frá 0 til 2 ára er svo mikilvægur og svo mikilvægt að örva málþroskan á þessum aldri og einhvern veginn auðvitað klúðra því, nei, tjók. En bara fólk veit kannski ekki alveg hvað aðferðir að ég nota, það er kannski ekki að fá mikið tilbaka frá barninu á þessum aldri, það er ekki byrjað að tala. Þannig að okkur langar svolítið að spjalla og fjalla það. Það sem að skiptir máli er svolítið að vita hvað málþroski er. Hvað er eiginlega málþroski, hvað erum við að tala þegar við erum að tala málþroska. Og málþroski er ekki bara málfræði eða tala rétt þó að það sé auðvitað hluti af þessu. En það eru ákveðni svona þættir máls sem er oft fjalla og það er eftir ákveðnu líkani sem er þá form og innihald og notkun. Og form málsins er þá málfræðin og allar þessar beygingar og allar þessar reglur sem að við beitum þegar við erum að tala á þess að vita það er ótrúlega merkilegt. Og innihaldið er þá orðaforðin og all hugtökin sem við kunnum og svo notkunin og málnotkunin, hvernig notum við tungumálið, hvað felst í því að vera kurteis til dæmis, þá erum við að nota málróm og ákveði orðarlag. Ákveðin tón og ég hef oft pælt í því til dæmis mér finnst Íslendinga eða íslensku vantar svolítið svona tæki til að vera kurteis. Við erum alltaf bara má ég fá eða ég ætla að fá en þú veist í mörgum tungumálum er alveg ótrúlega mikið svona please og bara gæti ég mögulega fengið væri í lagi að ég myndi Má ég beða om? Já, má ég beða om og could you please eitthvað. Já. Þetta please orð sko ég finnst að reynda að finna þýðing á því. Mér finnst eiginlega besta þýðingin vera æ. Æ, viltu rétta mér? Þannig að og svo þéranir sem ég hef sérstaklega náhuga á. Mér finnst geðveikt að þéra og vera þéruð. Mér finnst það svona búa til ákveðna svona fjarlægð við manneskjuna. Og það er bara mjög lítið notað í dag. Já. Og börn alls ekki. Börn notað þetta alls ekki og kannski er þetta bara dettu fyrir öllum tungumálum, ég þekki það ekki. En það var þérað í teknísku þegar ég bjó í Tékklandi og náttúrulega í þýsku er þérað en ég veit ekki og náttúrulega fransku. Þetta er bara rannsóknarefni. Rannsóknarefni, þéranir og málnotkun, ég kalla eftir þessu verkefni. En þetta var útudúr svo kallaður. Orðaforði, skilningur, tjáning, já þegar við erum að meta málþroska þá erum við alltaf að meta annars vegar skilning og hins vegar tjáningu. Og skilningun hann er alltaf svona, ef maður vill hafa hann betri en tjáninguna. Af því að skilningurinn hann byrjar fyrr að þróast og samkvæmt rannsóknum þá eru kannski bara 8 mánaða gömul börn sem hafa heyrt einhverja sögu, þú veist, fyrir 2 vikum, þau muna að bregðast við einhverjum orðum sem að þau heyra síðan endurtekin. Þetta er magnað. Þá verður bara 8 mánaða. Þú veist, þau eru bara byrjuð að þróa orðminni. Og málþroskinn byrjar í rauninni náttúrulega fyrr, þú veist, í móðukviði þegar heyrnin fer að þróast og fóstrið byrjar að skynja og nema
hljóðbylgjur og náttúrulega þekkja rödd mömmunar. Einmitt. Og það líka ein rannsókn sem ég er alltaf gaman að tala að að því við erum prógrameruð, til þess að læra að tala og byrja að tala. Þannig að ef að barni sýnd mynd af andliti og svo önd og heyrir svo mannsrödd að það horfir það á manneskjuna. En ekki öndina. Skilur, þetta var sem alltaf alveg rosalega merkilegt. En kannski þetta ekkert merkilegt. En þetta svona, við búumst við því að manneskja tali við okkur. Og við búumst við að heyra mannsrödd frá andliti. Mitt. En málþroskinn hefst í móðukviði, þróast hana bara á meðgöngunni og svo byrjar ballið þegar barnið fætt og þá höfum við þessa leiðir til þess að tjá okkur, með snertingu og rödd og raddblænum einmitt og Þá raddblærinn oft svona meira svona svona motherese, hvernig getur maður þýtt það á íslensku? Svona mæðramál. Mæðramál, þar sem maður tala svona svolítið íkt og hátt uppi og það mjög mikilvægt að tala þannig við nýfætt börn. Tjúna sér svona upp, halló, hæ, góðan daginn. Góðan daginn, ertu gaman að sjá þig og svona vera svolítið svona íktur, af því að það oft svona verið að tala að maður eigi ekki að tala barnamál við börn, en það á algjörlega við fyrstu mánuðina. Algjörlega. Börn, þetta það sem vekur mesta athygli hjá þeim. Nákvæmlega, þetta snýst náttúrulega að ná sambandi við þau og ná tengingunni. Og manni þetta svo tamt, þegar maður með lítið barn fyrir fram að sig, þá bara fer maður svona ósjálfrátt að gera þetta, finnst mér. Já. En kannski þurfa sumir að venja sig á þetta. Algjörlega, og ég sérstaklega þetta ekki eitthvað sem að kannski common sense, þó að mörgum finnst það vera það. Nei, einmitt. Og að setja líka orð á allt og tala við börnin, það svo gott fyrir það að heyra mann tala, þannig orðafannum byrja strax að síast inn, bara leiðu þau fæðast. Já, nákvæmlega, og þetta svo gott að hafa í huga, þó að þau séu bara pínu lítil, að byrja strax að mynda að tala við þau og tala þá það er þessa aðferði sem við erum ofta að tala það er að setja orðaathafnir og svo það sjálftal og lýsandi tal. Þessar aðferðir eru alveg golden. Við þurfum kannski að koma með dæmi þetta allt. Já, hvað sagði ég fyrst? Sjálftal? Nei, fyrst sagði ég að setja orðaathafnir. Setja orðaathafnir, já. Hvað myndið þú segja? Hvernig myndið þú gera það? Það ég nota alltaf að maður bara ímynda sér að barnið mann sjáu ekki og maður sé bara að lýsa öllu sem maður gerir. Einmitt. Bara þegar maður að skipta á þeim, ætla ég að taka bleiuna, ég ætla að þurrka þér með blautum klút, taka þið úr buksunum, svona talaði ég við mín börn. Já. Alveg bara frá því byrjaði fyrst að skipta á þeim og lýstu öllu sem ég gerði og þau læra þá náttúrulega bleia, buksur, klútur og bara allt sem maður gerir og það er bara ekki, ég hef alveg heyrt frá mörgu foreldrum sem að virðast ekki alveg kveika þessu, svona alveg frá byrjun. Nei. Af því að þau náttúrulega svara manni ekki, en þau kannski fylgjast með manni og mann kannski augnsambandi og svo smán saman fara þau að gefa frá sér hljóð. Einmitt. Og þá getur maður að fara að herma eftir hljóðanum. Já. Sem mjög mikilvægt. Það mjög mikilvægt. Þetta að setja orða á athafnir og sjálftal svolítið sami hluturinn. Já. Og þetta kannski allt svolítið líkt. En þá munurinn kannski á þessu og lýsandi tali, á sjálftalinu, nú ég komin í hring með þetta, setja orða athafnir og lýsandi tal, það svolítið saman hluturinn. En sjálftal, þá ertu svolítið að tala það sem þú ert að gera. Já. Þetta svona, kannski ég alveg komin í graut með þetta, en allavega að þá þetta svolítið snýstum annarkvort að setja fókusin á barnið og hvað barnið að gera. Nú ert þú að leika þér með bílinn og nú ert að láta bílinn keyra langt í burtu og nú ætlar að drekka úr glasinu þínu og bara alltaf tala það sem barnið að gera. Þú ert með rauðan bíl. Já, einmitt. Og bílinn stór. Og og síðan þetta það sem eins og þú varst að segja, nú ég að gera A, B og C. Og svo kemur að þessu þegar barnið fyrir að hjala. Það að gerast kannski frá 4 til 6 mánaða það að byrja. Og þau svona byrja að fatta röddina sína. Og þetta svo sætt. Það skemmtilega tími. Já. Og oft fyrstu hljóðin eru þarna oft M og B og A náttúrulega og ef þið þekki Lubbi finnur málbein bókina
að þá eru hljóðin sem eru kynnt í bókinni í tilengunar röð. Það eru ekki Star Wars röð eða Star Wars röð, heldur í þeirri röð sem þau lærast. Þannig að, auðvitað A og svo kemur bara ba, 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 mamma, mamma. Það er engin tilviljun að mamma, þú byrjar á M. Þannig að þetta er bara eitt af fyrstu hljóðunum sem að börnin segja og ég held að mamma sé bara að byrja á M bara í öllum tungumálum veraldar. Þetta er ekki staðfest hjá mér en þetta er mínar grunnsendir. Ég væri til að vita það, reyndar. Kannski er einhver að núti sem að vil senda okkur línu og fræða okkur um það. Já. Svona talmeina fræðileg mállýsindi. Já, og Og það er líka rosalega mikilvægt þegar þau byrja á þessum að gefa frá sér hljóð, að maður hermi eftir þeim, kannski ef þau segja ma eða eitthvað og maður segir já, ma, og svo það maður að bíða í smá stund. Akkurat. Af því að þau eru svo lengi að taka inn það sem maður er að segja. Og svo kannski eftir smá stund þá segja þau aftur ma eða eitthvað og það er rosalega mikilvægt að gefa þeim tíma til þess að bregðast við. Og það er svona í hraða samfélagin í dag, þá er þetta kannski eitthvað sem að vantar svolítið. Já. Þetta myndar þessi góðu tengsl. Já, nákvæmlega. Virklustun. Og þetta með að gefa tíman að því að börnin er oft með svona eins og senkaða svörun, þú veist, viðbragð kemur svona aðeins seinna en þú ættir von á. Já. Og þá er svo mikilvægt að gefa sér hennan tíma áður en að fara að stað með næstu spurningu til dæmis, en við höfum eftir að taka fyrir spurningaleikin. Sérstakt áhuga svið. Sérstakt áhuga svið hjá mér, það er fólk hver að spyrja börnin sín á mikið. En ef við höldum að áfram með eftirhermuna, að þegar barnið fer að, þú veist, hjala og segir kannski mamma, mamma og þá náttúrulega bregðust við með motherese. Mamma, sagður mamma og eða fyrir maður endurtaka fullu og barnið bara, þetta var að greinilega sniðut hjá mér að gera þetta, að gera þetta aftur, mamma. Já. Og þannig búum við til merkingu á bakvið hljóðin. Einmitt. Og það er svo ótrúlega mikilvægt einmitt að við séum að herma og þetta á líka við orð að þegar að hljóðin og þetta hljóðastrengirni fara að þróast í orð sem að gerast bara á fyrsta árinu og eðlilegt getur skotið því inn í að eðlilegt að fyrsta orðin séu komin 12 mánaða aldur og allt að 2 ára að við séum þá líka að herma eftir orðunum sem þau segja, jafnvel þó þau séu óskýr, að við séum að herma eftir orðunum og bæta við orðin, þú veist, þannig að barnið segir dídí og það þýðir kisa, já þetta er kisa, hann er svarta kisa, kisa segir mjá. Alltaf að búa til meira samhengi fyrir barnið til þess að búa til meiri skilning og örva málskilningin. Og talandi málskilning að þá náttúrulega er orðaforðið þar undir staðan og ég er oft með þessa þumalputtareglu sem að ég man nú ekki alveg hvað hún er, hvort hún er frá Elínu Þöllu, talmennafræðingi með meiru sem hefur gert margar rannsóknir á íslensku barnamáli. Að ef að barnið er farið að segja færri en 50 orð við 2 ára aldur, að þá mögulega erum við hafa ágjur. Þurfum kannski að skoða það aðeins og þau börn geta þróast í að vera late talkers, að vera seint til máls. En sum ná sér síðan bara á þroska, þú veist, þetta bara kemur bara aðeins seinna, en sum eru þá meira áttu á að þróa með sér málþroska röskun sem er annað mál sem við fjöllum síðar og Ég sá líka afsakið, ég má grípa fram mig fyrir þér. Nei, aldrei að segja afsakið. Að ég sá nefnilega rannsókn þegar að dóttir mín, frumburður minn, var svona 2-3 ára að því meiri orðaforða sem þú ert með þegar þú ert 5 ára, því meiri orðaforða myndi hafa þegar þú verður eldri. Og hún var ekki mjög góðan orðaforða þarna og ég var alveg algjöru áfalli yfir þessu. En þetta er alveg rétt og rosalega mikilvægt. Bara þetta er það sem þetta allt byggist á. Heilaþroskin er mestur fyrstu 5 árin. Heilin þroskast 75% af stærð fyrstu 5 árin. Og það er svo mikilvægt að börn byrja að heyra fjölbreyttan orðaforða alveg frá fæðingu. Því þetta bara setur
setur tónin fyrir lífið. Já, þetta svo ótrúlega vel mælt hjá þér og þá komum við líka að lestrinum, hvað sko með tvennt sem ég langar að segja, að það í fyrsta lagi að það svona mælingar á málþroska eru mjög stabílar einmitt, eins og þú ert að segja. Þannig að mælingar kannski, ef barnið slagt við 3 ára aldur, þá það líklegt til þess að vera slagt líka 10 ára og 16 ára. Og við höfum líka séð þetta með hljóm, ef við þekkið hljómpróf sem að metur hljóðkerfisvitund og lagt fyrir 5 ára börn, að það próf var til dæmis með fylgni við samrændpróf í íslensku og starffræði á sínum tíma. Þannig að það svo margt annað sem að hægt að lesa í. Þú veist, ef að málþroskinn slakur þá svo mikilvægt að grípa inn í að því að við sjáum að þetta hefur áhrif á svo margt annað. Og í sambandi við orðaforðan að þá lestur alveg rosalega mikilvægur til þess að örva orðaforðan og það var einhver svona bandarísk rannsókn eða einhver svona mynd sem ég sá að barn sem lesi fyrir, þú veist, einu sinni í viku. Það eykur orðafennar svona mikið. Barn sem lesi fyrir, þú veist, 2 í viku, 3 í viku og svo bara barn sem lesi fyrir daglega. Það bara með mörgu sinni meiri orðaforða heldur en ekki. Og það svo mikilvægt að lesa bækur og það þurfi ekki að vera einhverjar merkilegar bókmyndir alltaf. Þú veist, og við viljum auðvitað hafa vandar barnabækur í boði. En þetta snýst bara þess að búa til þess að samveru, að barnið læra að hlusta og þá maður líka búið til svona notalega stund og bókin má vera stutt og mikið af myndum og að því þá getur maður að tala myndefnið, maður getur verið að benda á myndirnar og látið barnið herma, það svo mikilvægt að við förum að laða fram þessa eftirhermu og svo getur við líka bara lesið bókina þá aftur og aftur ef hún rosalega stutt og þeim finnst gaman að handfjalla bækur þessum litlu þó að þau séu bara eitthvað farin að sitja rétt svo að þá finnst þeim það alveg bara geggjað sko. Þannig að það ekki spurning að bara hvetjum foreldra til að lesa fyrir börnin sín alveg bara frá fyrstu stundu bara þessar 100 fyrstu orðin og svona harðspelda. Já. Og rosalega gott að nýta bókasöfn. Það svo flott bókasöfn á Íslandi. Því komst ég að þegar ég flutti frá Noregi. Já. Að bókasöfn á Íslandi bara mörgum ljósarum á undan. Já, það svo gott úrval. Ég veit ekki, ég bjó kannski aðeins fyrir utan Oslo, þannig að rosalega flott aðal bókasöfn í Oslo. En það svo mikið úrval og börnum finnst líka svo gaman að fara á bókasöfn. Maður endilega að fara með þau og lesa fyrir þau þar líka. Það getur verið svona mjög mikil gæðastund. Já, algjörlega og það alveg rétt, það rosalega fínar barnadeildir á þessum bókasöfnum bæði, þú veist, í Gerðubergi, Kópavós, bókasöfnum Kópavós sem ég hef komið í og niður í bæ og það bara allstaðar svona frekar mikill metnar í að gera þetta svona vel úr garði þessar barnadeildir og börn fá líka ókeypis bókasafnskort til 18 ára aldurs í Reykjavík þannig að það að gera að nýta sér það og maður þarf heldur ekki alltaf að fá lánaða bækur þú veist, það líka bara hægt að skoða á safninu og og svo bara fara heim, þú veist, af því að sumir kannski erfitt með að skila bókum. Já, ég alveg hræðileg í því. Ég líka. Ég bara alltaf að fá einhverja sektir en ég nú farin einhvern veginn að ná að setja þetta inn í dagatala eitthvað en það ótrúlegt hvað þetta getur vafist fyrir manni. Það bara hræðilegt og ég var bara útlæg frá Sólheimasafni ég var með svo langan skuldalista. Æ. Það engin fullkomin í þessu lífi, ekki við heldur. Nei, betur ekki. Herru, hvert við komnar hérna? Já, við erum að tala málskilning. Orðaforði, lesa fyrir barnið. Það bara númer 1, 2 og 3 að lesa, tala við barnið og lesa fyrir barnið. Og svo það, við förum bara svona ítarlega í málþroska, eða sérst í orðaforðan á ég við, að þá erum við ofta að skipta orðum í undir og yfirheiti. Við erum ekki að tala bara, nú skalt þú læra 3 lýsingarorð, góði minn. Þú veist, við svona lítil börn, heldur erum við bara kannski meira að hugsa verkingarlega orðflokka, bara matur, dýr, föt, litir, þú veist, eru barnið með þessi yfirheit á hreinu, getur að þulið upp kannski að þekkir að farartæki, þú veist, veita að peysa og eitthvað kápa eru bæði flíkur og eitthvað svona. Og svo það náttúrulega að geta fyllt fyrirmælum og það mikilvægt. Við skoðum það oft þegar við erum að meta málþroska í þessum prófum að þá oft eitthvað svona stutt fyrirmæli sem að barnið þarf að fylgja.
og það getur verið eitthvað, ekki að koma með alvöru dæmi hérna, passa mig að segja ekki alvöru prótum, það getur verið eitthvað, þú veist, settu kuppin undir borð eða eitthvað svona, sem er bara gá hvað barnið skilur og getur framfyllt og það náttúrulega kemur líka inn á hérna minnið, bara minni til þess að framkvæma einhverja svona, að muna einhverja svona aðgerðir, vinslu minni sem við tölum nú oft í sambandi við málþroskan og bara hversu vel barninu gengur að hlusta og já. En svo er það hinbógin, máltjáningin og það er það sem barni getur sagt og eins og ég var að segja áðan hann með 50 orðin, ef það getur sagt 50 orðu 2 ára aldur, ef það er minna en það þá höfum við ágjör, að þá erum við náttúrulega ekki að pæla í skilningnum, þú veist, þá erum við bara að pæla í, þú veist, hvað barni getur sagt og það er eðlilegt að barni segi minna en það skilur á þessum tímabili þegar málþroskinni svona fara af stað. Og við metum máltjáninguna þetta með því að bæði telja orðin og við tökum málsýni ef að það eru forsendur fyrir því og það er líka til svona listi sem heitir orðaskil, þar sem foreldrar merkja við hvað barni getur sagt mikið af orðum og við erum svolítið að svona telja orðin, við erum að hlusta á það sem barni getur sagt, og þú veist, er það bara eitthvað eða er það einhver merking á bakvið það og er það ennþá bara hjalandi hálfpartinn eða er það nota hljómfall eða þú veist, við erum svolítið að lesa í það, þannig að þú veist, til dæmis er ég þá að hugsa núna barn sem er eiginlega ekkert fyrir að tala en maður vill auðvitað þá þarf samt að meta það einhvern veginn og þá eru þetta líka svona miða við einhver aldurs viðmið, já þarna 2 ára, þá vil maður nú að það sé eitthvað farið að gerast. En ef við værum kannski með barn sem er eldra og byrjað að tala og svona, þá erum við ofta að skoða lengdsetninga í gegnum málsýnið mitt, þar sem barnið er kannski látið tala í 5-10 mínútur og svo skoðum við setningarnar og struktúrun á þeim og er það, þú veist, rétt orðaröð eða mikið af vittlisum eða villum, þú veist, auðvitað eðlilegt að séu villur en það getur farið yfir einhver ákveðin mörk. Og er barnið svona skipulagt í frásögninni eða er allt svona bara, þú veist, kemur það inn í miðri frásögn og þú veist ekki hvort það er að koma eða fara. En annað sem er svona mjög sterkt merki að málþroski sé að fara af stað, það er þegar barnið fyrir að benda. Og það er þessi sameinaða athygli, joint attention sem við viljum sjá. Að barnið er að reyna að, þú veist, vera með, vill að þú sjáir það sem það sér. Þannig að það er rosalega svona mikilvægt að sjá það að koma fram í þroska barnsins. Ef að það er ekki að gerast og barnið er ekki að reyna að hafa þig með í samskiptunum, þú veist, toga í þig eða þú veist, einhvern veginn benda og toga í einhvern fullorðinn að því að það vil sína mann eitthvað, að þá myndum við hafa kannski áhyggjur. Og það er líka mjög mikilvægt að fylgjast með því, sko, þegar börn tala lítið og eru aðeins eldri, kannski 3-4, jafnvel 5 ára, þá notaðu rosalega mikið bendingar og látbragð til þess að reyna að gera sér skiljanlegan og það verður mjög erfitt svona eftir því sem það verður eldri og tala minna þá verður það svolítið frústreruð en það er ótrúlegt hvað börn geta oft gert sér skiljanleg með látbragði og bendingum. Ótrúlegt sko og það náttúrulega kemur að þá fer ég að hugsa um tákn með tali og við höfum nú hitt börn sem hafa bara algjörlega tjáð sig í setningum með tákn með tali, bara setningar við tákn með tali. Já. Sem jafnvel bara svona heima tilbúið nánast eins og einhvers konar tákmál sko. Nú er bara algjörlega að fungera eða já, þú veist að börnin og deildinni kunni þá líka táknin en svo byrjaði barnið bara að tala á endanum. Já, þetta var bara svona einar svona dæmi sem ég séð. Það var ótrúlegt. Svona langt gengi tákn með tali. Já. Bara táknaði því líkt og svo bara allt í einu fór að tala. En það hjálpar þeim svo mikið að nota tákn. Þannig að mér finnst, stundum eru foreldrar hræddir við það, að þau noti tákn og það muni draga úr að þau fara að tala. Það styður alltaf við tjáninguna. Þannig að ef einhver er hræddur við að nota tákn með tali þá mælum við eindregið með því að fara í að vinna með leikskólanum í því og gera það sama og þeir eru að gera. Það getur skipt svo miklu máli sko, ef þau kveiki á þessu með táknunum að þá er það bara alveg frábært sko. En einmitt, þetta heitir tákn með tali, af því þetta kemur ekki í staðinn fyrir talmál, þetta er meira til þess að örva það að tjáningin komi fram
þú veist, hjá börnum sem eru slök eða er ekki mikið að gerast eða ekki nú hratt, að þá getur þetta hjálpa til við að laða fram talið. Aðeins að tala hljóðkerfisvitund, hún náttúrulega hluti af málþroskaskónum, en fer kannski ekki, við fyrum kannski ekki að þjálfa hana beint fyrir börnin eru kannski orðin 4 og 5 ára og þá talað að það komi svona sjálfsprottin áhugi hjá barninu. Þú veist, það að ríma og það að pæla í stöfunum og við getum þjálfað, sko, hljóðkerfisvitund svona undirstöðu þáttur læsis, þannig að við getum þjálfað hljóðkerfisvitund með til dæmis að tala stafina og ekki síst þá hljóðin sem stafinni segja, ekki bara hvað heita, bara heldur, þú veist, S segir S og B segir B og og svo það náttúrulega ríma og við getum æft það svo mikið gegn tónlist og með því að syngja vísur og ég náttúrulega alveg með kveðskap á heilanum, finnst við hefum bara kveða við börnin og þannig kennum við þeim hrein og takt og rím og hljóðgreiningu. Það svo mikil örfin í söng og að læra texta, það bara besta leiðin, sko. Algjörlega, sko. Gleymið ekki þegar við fluttum frá Noregi og dóttir mér var 4 ára og dálítið mikið eftir á í málþroska og þau voru mikið að syngja, svo flottur leikskóli á Öldukot og hún sagði einhvern tíma við mig, konan sem var yfir þar, já, ég hef nú ekki miklar ágjör henni, hún svo duglega að læra texta og syngja með og þetta bara besta sem við getum gert til þess að örfa hennar málþroska sem var alveg rétt. Einmitt. Það ekki að heyra á henni í dag, hún hafi verið eftir á. Nei. Í tali, sko. Og hvetjum foreldra líka til þess að syngja fyrir og með börnunum sínum, af því að fólk eitthvað svona stressað að vera lagurlaust eða eitthvað, líka bara ef það ekki vant í sjálft að hafa verið sungið fyrir það eða sungið saman eða ekki verið í kór eins og við töluðum nú mikið í síðasta þætti að syngja bara saman og það hægt að hlusta á einhverja tónlist og syngja með henni og algjörlega. Það svo mikil örfun fólkin í tónlistar að bara allir svona tónlistar snertingu og bara syngja lög sem eru með hreyfingu með. Einmitt. Maður getur oft lært bara það sem þau eru að gera á leikskólanum til dæmis. Það þarf ekki að vera neitt flókið. Nei, og jafnvel bara búið til sínar eigin hreyfingar þess vegna, sko. Já, eða það. Þú veist, ég gerði það nú stundum. Ef ég man ekki táknin eða nenni ekki að fletta þeim upp. Það svolítið óaðgengilegt að nálgast þessi tákn og ég verð að segja það. Já. Það hægt að skoða tákna og það einhverjum rafræn handbók inn á miðjum máls og læsis held ég, eða hvað þetta heitir. Allar þessar miðlægu stöðvar og en það sko pínu seinlegt að leita finnst mér í því, þú veist, þú kannski slærðin einhverju orði og þá ég ætla ekki að fara að útskýra það hérna í smáatriðum, en það mætti vera einhvern veginn bara aðeins aðgengilegra að finna þessi tákn, finnst mér. Já, ég svona lærði táknum fyrir litina, það syngja svo oft gulur, rauður, grænn og blár og einu vandamálið að lagið svo hratt. Ég er ofta að hugsa hvort að leikskólarnir svona hægja þess á svo maður ná að gera all táknin fyrir litina. Já, af því það er rosalega mikilvægt. Að þannig ef þau syngja þetta svona oft í leikskólanum þá myndir nú öll börn flest læra litina. Við erum oft með börn sem að kunna ekki litina og erum mjög lengi að læra þá. Þetta svo, já, ég hef bara oft hugsað sko, hvernig það skiptir máli þessi hraði eins og þau eru nýfætt. Það sé ekki mikil hraði á hlutunum. Já, og þetta eiginlega bara mjög gott að koma aðeins inn á þetta, að því þetta á líka bara við í öllum samskiptum við börn, að bara aðeins að þú veist, tjúna sig niður. Gefa þeim tíma til að svara. Það er bara og það er líka sem spilar inn í núna er þetta með að það er allir í skjá. Foreldrarnir líka, þá tapast þessi tengsl einhvern veginn og fólk er minna að taka eftir hvað er að gerast. Já. Sem er dálítið slæm þróun. Það er ekki góð þróun og líka bara í nútímanum, þú veist, maður er alltaf að senda, ég er enda hræðilega slæm með þetta, þú veist, ég fæ skilabóð og ég bara svara strax, þú veist, það er ekki eðlilegt. Nei. Ég þarf ekki að svara sko innan við mínútu frá því að einhver segir hæfið mig sko. Nei,
Þetta er ekki upp á líf og dauða. Nei, alls ekki sko. Ég þarf alveg svona stundum mjög meðvitað að taka síman og setja hann eitthvað upp á skáp eða eitthvað svo ég sé ekki í símanum þegar að ég er komin heim og vil tala við börnin mín. Eða þú veist, ég vil allavega að þau taki eftir því að ég sé ekki bara í símanum. En ég sé svona aðgengileg. Já, nákvæmlega. Og það er bara mjög snúið sko. Því maður er alltaf að hugsa, ætli það sé einhvern búin að senda mér eitthvað. Eins og hvað og hver? Ekkert merkilegt. Nei, einmitt, bara eitthvað bara, og svo hanga og skrolla eitthvað, þú veist, á Instagram eða Facebook bara. Spottaði kött, bara hér er kísa upp á húsvegg. Þetta er agalegt sko. Þessi tækni er búin að taka yfir. Hún er að gera okkur heila morkin. Já. En hljóðkyrrsveitin, klappa í atkvæði, ríma, átta sig á fyrst og síðasta hljóði í orði. Þú veist, til dæmis ef að ég myndi segja kísa. Hvað er fyrsta hljóði í kísa? Hvað er fyrsta hljóði? Þetta er endur alveg svolítið erfitt sko. En ef ég myndi kannski segja frekar heyrist k í kísa. Já. Ég myndi kannski prófa þannig. Eða hvað er fyrsta hljóðið í mús? Já. Eða hvað er síðasta hljóðið í mús? Einmitt. Og ég ætla að segja einu sögu að þessu að hérna dóttir mín varð eiginlega bara læs í gegnum svona lubba vinnu á leikskólanum og ég fattaði að bara góðan við þetta að ég var eitthvað svona, hún var að spyrja mig út í eitthvað bara hvað er þetta og ég sagði eitthvað upp á borði og svo sé ég, og svo er hún bara eitthvað að dunda sér hana við borðið og svo sé ég að hún er búin að skrifa U og I og á og B þú veist, uppi, á og B í borði þú veist, það var eitthvað svona og ég hugsaði bara, vá, hvað hann komið langt. Já. Hún var bara að skrifa það sem ég sagði næstu því. Einmitt. Og og þá fór ég svona á flug og þú veist, fór að óta þessu rosalega aðinni. Og þá nefnilega fór hún í baklás, sko. Já. Þú veist, það nefnilega, þá hætti hún að, þú veist, þá fann ég að það var ómikið, sko. Já. En svo bara fór hún að stauta og bara var bara orðin eiginlega læs tæknilega, þannig séð þegar hún byrjaði í skóla síðan, þetta var síðast árni í leikskóla en þú veist þetta var bara ótrúlega flott vinna með lubba efninu sko. Maður sér það sko að eins og í leikskólanum sem börnin mín hafa verið í að þau vinna með lubba alveg frá yngstu deild og einu sinni í viku það er alveg mjög flott hvernig þau eru með þetta algjörlega njörfa niður og það kunna eiginlega öll börnin einmitt að lesa sem byrja í skólanum og það væri svo ótrúlega flott ef bara allir leikskólar væru með þetta. Það er reynda mjög margir. Mjög margir eru með mjög flotta vinnu en þetta er rosalega misjant eftir leikskólum. Já. Hversu svona mikið, já, hvað getur maður sagt? Já, bara hversu mikið tími fer í þetta og svona kannski hver þekkingin er eins og með lubba og svona og þú veist, þetta er að nota eitthvað annað efni en þetta er bara svo ótrúlega flott vinna og þessar lubbabækur er eftir Þóru Másdóttur og Eirunu Ísfold og það er alveg líka lög, það er þetta að finna lög á Spotify meðal annars með hljóðunum ef maður er að æfa heima með börnunum sínum þá er svo sniðugt að hlusta á þessi lög og segja hljóðin og gera hreyfingarna með og þetta eru sérst vísur eftir Þórun Eldjárn, ein vísa fyrir hvert hljóð og sungin bara við svona leikskóla lög þannig að það er mjög aðgengilegt reyndar finnst mér lögin sungin aðeins og hratt talandi Já, það er kannski alveg rétt en það er kannski að slow down á Spotify, nei, hún getur ekki still hraðan þar, nei En ég líka er oft bara með lubba bókina því að dóttir mín yngsta sem er 4 ára, hún elskar lubba og við förum oft í gegnum bókina bara fyrir svefnin og vill hún bara í syngja öll lögin og þá get ég náttúrulega alveg ráðið hraðanum sko. En þá er ég náttúrulega búin að læra allir þessi lög sem ég fer nú ekki að leggja á hvert sem er en þetta er mjög mörg lög En þetta er svona oftast svona eitthvað la 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 Já Blása sápukúlur Þetta er vinsalasta lagið heim hjá mér Skemmtilegt Alveg hryllilega skemmtilegt og sætt Við ætlum náttúrulega að tala um málþroska frávik en við ætlum aðeins að geyma það til betri tíma en það er þá svona þegar að hlutinir er ekki kannski að þróast alveg eins og maður myndi vilja en kannski að tala eins framburð Já að því að sko framburður og
þroski er ekki alveg sami hluturinn og við metum til dæmis framburð sérstaklega. Þannig að ef barn fyrir í málþroskamat, það getur verið að fara annarkvort í málþroskamat eða framburðamat. Af því að stundum eru bara áhyggjur á hljóðunum og allt rosalega óskýrt þó að málþroskin sé kannski bara barnið með langar setningar og fullkomið orðfæri en svo bara alveg óskiljanlegt. Og þar kemur inn í ROS. Já, og þá líka heldur fólk oft ef barnið mjög óskýrt að það sé slagt í málþroska. Það þarf ekkit endilega að tengjast. Nei, það þannig ekki að tengjast sko og svo líka hitt til að barn getur verið algjörlega með hljóðin en algjörlega með hræðilegan málþroska. Já. Þannig að oft sko er leikskólan kannski með áhyggjur og eða foreldrar af röngum hlut. Einmitt, já, þetta er nefnilega blöffar svolítið en maður veit ekki alveg hverju maður á að vera að hlusta eftir sko. En auðvitað ef barnið er mjög óskýrt að það far maður aðeins að pæla í aldrinum að því að þau eru mjög óskýr milli 3 og 4 ára að því þá er svo mikil þróun að eiga sér stað og við til dæmis erum ekki hrifnar að því að málhljóð prófa börn kannski fyrir en eftir 4 ára. Nei. Að því að það getur bara munað þessu halva ári kannski 3,5 til 4 og þá er allt í einu bara komin 3 hljóð sem að vantaði fyrir halva ári. Og þó að barnið getur ekki sett ROS þá er það ekki eitthvað sem maður fer að þjálfa þegar þau eru 3 ára. Nei, nákvæmlega. Hvenær myndir þú byrja að þjálfa það? Sko stundum ef það eru svona eins og önnur hljóð fyrir R eins og L og svona sem getur orðið svolítið fast, þú veist að segja lóla í staðan fyrir róla, þá finnst mér kannski allt í lagi að æfa R-ið svona, byrja að þjálfa það svona 5 ára, svona rétt áni byrja í skóla. Já. En oft er R-ið ekkert að koma fyrir þau eru kannski 7 ára eða en það þarf náttúrulega líka alltaf að kíkja hvort þau séu með tungahaft. Það er þitt aðaláhugamál. Það er mitt aðaláhugamál, þannig að ég myndi aldrei fara eitthvað að æfa R til dæmis og S hjá barni sem ég sé að er ekki með tungahaft. Þú veist, það var mjög líklegt að komi og svo það þarf reynda líka þá að kíkja á kirtlana, hvort það reysur stórir. Það er svona margt sem spilar inn í en maður þarf líka bara að fara eftir hvað er aldurs viðeigandi, hvaða stafir eiga eða hvað hljóð á barnið að vera komið með og það er alveg til mjög góð viðmið. Og það er til viðmið þá og ef maður skoðar það eins að þá er í rauninni flest hljóð sem eiga að vera komin bara við 3 ára aldur. Þú veist, það er hljóðin sem eru koma seinna en 3 ára eru til dæmis eð og svona óratað ell eins og og svo mjúka g og góð tóndæmi. Eða ekki? Og þarna og svo S og R sem er 90% eru búin að ná S og R við 6 ára aldur. Eð og hl við 4 ára 90% búin að ná því þá og 90% búin að ná eð þarna og mjúka g við 5 ára. Þannig að það eru þessi hljóð sem eru að lærast seinast pluss svo svona klasar þar sem að eru fleiri en eitt samhljóð hlið við hlið. Flestir klasar eru að koma og eftir 4 ára en það er náttúrulega út af því að við erum svo mikið S-klösum í íslensku eins og SP og ST, SK, SM og svo alveg út í STR og SKR að börn sem er ekki kannski komið S, þau eru svo ofta að klippa S-i framan af klösunum. Skip verður gip og spila verður bila. Já. Það er bara mjög algengt. Það er mjög algengt sko og það er kannski hluta því að það eru svona mikið af klösum að koma þannig eftir 4 ára þegar S kemur dettur inn. Svo erum við líka með innstöðuklasa en það er í rauninni með við þessu að koma frekar snemma sko. Þannig að maður pælir svolítið í því þegar maður er að fara að þjálfa bara með 3 ára barn ég er ekki að fara að æfa R með því og ég er rauninni ekki að fara að þjálfa einhvern rosa frambur með 3 ára en svona eftir 4 ára, 4,5 þá er maður með betri forsendur finnst mér að fara að æfa þessu hljóð og jafnvel þó að sé ekkert að frétta. Ég til dæmis með dálítið málum núna sem er F sem vantar. Einmitt. F, þú veist, sem er ekki erfitt að þjálfa. Þú veist, það bara, settu varirnar hérna og blástu, ekkert mál. En það er ekki að ganga vel hjá okkur. En maður má ekki gefast upp, þannig að þá lítur maður bara á þetta sem innlögn. Innlögn. Og svo kemur svörunin vonandi, eitt góðan veðudag. Mér finnst alltaf oft þegar vantar F að þá er börn búin að vera mikið með snuð. Já, heyrðu. Það er ég hef séð það trend hjá mínum börnum. Oh my lord. Mínum börnum segja, mínum þjálfunar. Þínum keisum. Mínum keisum. Sko, já, ég verð að viðurkenna þarna hef ég ekki
staðið mig að fá nógu góða baksauðlýsingar. Og þá vantar líka oft fráblásturinn P, T og K. Af því að það er svo erfitt að segja F, P, T, K með snuð. Halló Hafnarfjörður. Bling. Bling, bling, þarna vegna ljósaberið á mér. Herru, ég þarf að fara að taka þessa einstakleiki gegn með snuðmál. Já. Vonandi samt ekki neitt að nota snuð, þá sé ég vita það, guð. Nei, vonandi ekki eftir 4 ára. Engin snuð eftir 4 ára, krakkar. Bara helst, sko. Og ekki eftir 2 ára. Í næsta þætti þegar ég kem og tala við Sonju, hún segir ykkur allt snuð. Já. Og snuðnotkun og tunguhöft og hún er þvílíkur viskubrunnur. Þvílíkur viskubrunnur, sko. En svona hvað hefur áhrif á málþroskan? Það er náttúrulega ýmislegt sem að spilar inn í og örfun og atlæti er náttúrulega þar á meðal. Og börn sem að fá ekki þessa örfun að þau bara bíða skaða af, nei, kannski ekki vera svona mjög dramatísk, en auðvitað fara á misu ýmislegt. Og það er hann að still face experiment sem ég ætla að tala um. Ég veit ekki hvort þið kannski hafi séð hana. Það er þess að þannig að tilraunin er þannig að fyrst er móðir á móti barninu sem er kannski svona 1 árs og þau eru svona eða móðurinn er að kjá framan í barnið og barnið hlær og mamman brosir og svona. Svo snýr mamma sér undan og svo snýr hún sér aftur að barninu og þá er hún algjörlega með flatan svip og sýnir hún engin svipriði og barnið reynir að ná sambandi við hana. Fyrst fer barnið að brosa og svo gerir það allt sem það kann, þú veist, sína hvað það er stórt og klappa saman lófunum og allt svona sem það veit að mömmu finnst neitt að sjá, en mamman er bara algjörlega svipriðalaus. Og svo fer barnið að, þið getur bara að setja á YouTube, sko, still face experiment, svo fer barnið svona snúa upp á sig og fer að sína svona streitu einkenni og svo bara fer það að grenja. Og þá kemur mamman tilbaka og þú veist, tekur það og það er náttúrulega laga tengslinn þarna, já, og koma tilbaka, sko, og en þá þetta getur alltaf gerst, það getur að koma svona moment í lífinu, þar sem maður er ekki til taks og er bara eitthvað með annað að hugsa og eða veikur eða þú veist eitthvað að hjá manni sjálfum en svo kemur maður tilbaka en svo eru það þessi tilvik þar sem að foreldri er bara kannski alltaf svona í þessum fasa. Bregst mjög lítið við. Bregst bara rosalega lítið við barninu og gefur ekkert af sér og er þá ekki að búa til að viðhalda tengslunum sem eru svo mikil fyrir málþroskan og ég hugsa að það verður kannski annar þáttur þess að við munum tala um málþroska og tengsl sem er annað sem að við erum sjúkar í. Þannig að það er bara allt sem mælir með því að við gerum eins mikið og við getum til þess að örfa málið, þú veist, með því að mynda augnsamband, tala við barnið ekkert. Þú veist, maður er kannski ekkert að segja einhverja merkilega hluti, þú veist, maður er bara, nú skulum við fara í sokkana, þú veist, þetta er bara svona. Þarf ekki að vera neitt flókið. Sko. Þarf ekki að vera neitt flókið, en bara við séum að tala um það sem við erum að gera og mér finnst líka oft róa börn, þú veist, mörg börn eru bara mjög kvíðin, þú veist, það er bara, ég man eftir að hafa verið rosalega kvíðið barn, ég bara man eftir að fara með mig á leikskólanum og ég var bara, þú veist, hver skildi koma, allir komið einhver að sækja mig, eða þú veist, að því að barnið sér ekkert fyrir sér hvernig dagurinn er, ekki eins og við, þó að allir dagar séu eins. Barnið fer bara á leikskólanum, það er bara eitthvað svona gímald af tíma og svo verð ég sótt einhvern tíman og þá er bara svo margt búið að gerast þegar ég verið sóttur, sko. Þannig að mér finnst oft hjálplegt að tala börna þessi gegnum þetta, bara nú erum við að fara á leikskólan og svo kemur þess að sækja þig og þegar við komum heim þá gerum við þetta og svo kemur matur eða eitthvað svona. Mér finnst oft svona róa börn að það sé búið að nefna þetta sem að muni eiga sér stað. Algjörlega og líka reyndar sem ég mæli oft með að fara yfir daginn áður en börnum fara að sofa. Hvað gerðum við í dag? Einmitt. Við vöknuðum og fengum okkur morgumat og þú klæddir þig og við fórum á leikskólan til dæmis. Svo kom pabbi og sótti þig og þú fórst að leiki smá stund og við borðum kvöldmat. Nú erum við að bursta tennur og lesa bók og nú erum við að fara að sofa. Þú veist, þetta tekur kannski hálfa mínútu að fara yfir daginn. En börnum finnst þetta bara ótrúlega róandi og bara þetta gefur þeim svona smá yfirsýn sem að börn hafa ekki. Þau hafa ekki eiginleikan. Nákvæmlega. Til þess að sjá daginn í einhverju svona heild. Nei, nefnilega ekki, sko. Og þess vegna er svo mikilvægt að við séum að leiðbuna þeim með þetta vegna þess að, þú veist, einmitt, þau bara sjá ekki hlutina fyrir sér og þau get ekki rifjað svona upp einhverja atburð eins og við. Eins og maður spyr, hvað varst að gera í leikskólanum í dag?
maður fær engin svör. Engin svör og þú veist, þetta bara vonlega spurning, sko. Já. Þú veist, þarna þarf maður líka að vera með annar ráð, vera með upplýsingarnar fyrirfram. Þú veist, stundum þetta mjög aðgengilegt, búið að skrifa niður hvað þú borðaðir og eitthvað svona. Já. Eða þá bara fá upplýsingar bara frá kennarunum, hvernig var dagurinn og við hvernig var hann að leika og þú veist, hvað voru þið að gera og þá getur maður búið til spjallið þannig bara, já, ég frétti að þið hefur verið í hópastarfi í dag að gera svona og var ekki gaman og þú veist, koma með beituna til barsins og þá getur það til að hjálpa því að búa til samtalið. Og svona, þú veist, það getur líka verið gott að spyrja bara hvað var það skemmtilegasta sem þú gerir í leikskólanum í dag? Já, einmitt. Af því að það er ekki eitthvað svona einskorða við eitthvað ákveðið. Það getur verið mjög stressandi fyrir börn að fá svona beinar spurningar. Hvað var í matinn? Hvað varst að gera? Við hvernig varst að leika? Og þau segja bara, ég veit ekki. Nei, þau muna það ekki. Nei, þau muna það ekki. Og segja bara eitthvað. Já. Og maður segir, hvernig var í dag? Bara gott. Bara vel. Vel. Já, bara vel. Öll börn segja vel. Já. Þannig að það er, sko, ef maður ætlar að, þetta er svona spurning sem maður fær oftar á foreldrum. Bara ég er alltaf að reyna að tala við barnið eftir leikskóla og það bara veit ekki neitt hvað það var að gera. Og þá, það er svo ótrúlega auðvelt að laða fram tal og einmitt ef maður er að fara svona yfir daginn, þá fara þau ofta bæta þess inn í. Svona ósjálfrátt og meiri þess að börnin mín voru fann að segja, mamma getur að fara yfir daginn á morgun líka. Já. Þá sagði já, við erum vakna á morgun og þú veist, þetta er bara svona eitthvað svona ótrúlega auðvelt að framkama en hefur svo ótrúlega mikið að segja. Og þetta sko með spurningarnar, nú er kannski góða tíma til að fara við það, að því að þú veist margir detta í þetta einmitt sem þú veist að segja, að spyrja og bara hvað varst að gera og við hvernig varst að leika og þetta er svo mikið, setur svo mikla pressu á talið og laðar ekki fram þetta sjálfsbrotna tal sem við viljum fá frá börnum sem eru bara á málþroska stigi og þá er svo sko erfitt að detta og þess að grefju og svipa þeirra biðja börnin að segja eitthvað bara því það er sætt. Já. Segjum að eitthvað barn myndi alltaf segja þú veist, gú fyrir mús bara segðu mús og barnið bara gú eða eitthvað svona og þú veist, það er engin tilgangur með þessum samskiptum, þú veist, þarna erum við ekki að búa til samskipti, af því að þú veist, barnið þarf líka að læra að málið hefur tilgang koma einhver á framfæri og vera saman og búa til tengsl, þetta er svo mikið svona að setja barnið í eitthvað sviðsljós og nú þú að skemmt okkur. Já, bara vera eiginlega að gera grína því. Já, nefnilega. Nei, það er ekki fallegt sko og þó að þú veist, maður bara hefur séð þetta líka á samfélagsmiðlum þegar fólk er að setja börnin sín í einhverjar stellingar og eitthvað segðu þetta, af því það er sætt. Já. Það er ekki alveg við talmennafræðingarnir erum ekki alveg spenntir fyrir þessu. Nei. Þetta er ekki góð málörun. Ekki. Frekar að við byrjum spjallið á staðhæfingum segjum eitthvað sem við vitum og bara ég sá að þú varst að leika við þennan og hvað var þið að gera eða ég sá að það var fiskur í matinn og við erum einmitt að fara að borða fisk á morgun hjá Emmu eða búa til eitthvað samhengi bæta við setninguna og lengja og bæta við upplýsingum að það eru svona það sem að við viljum sjá. Já, ef maður talar þú veist, munin á opnum og lokuðum spurningum af því ég var kannski ekki búin að útskýra alveg nóg vel að þá eru svona lokaða spurningar eitthvað sem er bara eitt svar við bara, hvað var í matinn í dag? Og barnið við mann það náttúrulega ekki neitt en ef þú segir, var góður matur í leikskólanum í dag? Þá kannski, já, það getur svarað því en það þarf ekki endilega að segja þér hvað það var. Nei, nákvæmlega. Eða bara, þú veist, var gaman í leikskólanum í dag og þá er náttúrulega, það býður kannski ekki upp á mikið tal en það getur samt einhvern veginn leitt til þess að börnin fara að segja mann eitthvað. Ég var að leika við Söru eða þú veist, það var gaman að fara í göngutúr eða eitthvað. Og þetta er líka bara almennt í samskiptum. Þú veist, það er dónalegt að vera að spyrja svona mikið og sérstaklega ef maður fær ekki svar eins og til dæmis við gerum stundum að ef foreldrar sem er að flýta sér spyrja kannski hvað var í matinn á leikskólanum, svo kemur eitthvað ekkert svar og við hvernig næsta leika. Þú veist, það er einhvern veginn ekki gefin tími þá til þess að ræða svarið, hvort sem það komið ekki, heldur bara farið strax í næstu spurningu, þú veist, og þetta er svo óorganíst einhvern veginn. Við búum ekki til neitt svona almennlegt svona spjall sem felst í að skiptast á
þetta turn-taking sem svo mikilvægt líka að sjá í málþroska og félagsfærni, að við séum að skiptast á að segja og tala. Við getum talað þetta bara í marga daga, held ég. Marga klukkutími viðbót, en held við þurfum að fara að segja þetta gott. Við ætlum að segja þetta gott hvað ég að segja við barnið mitt og vonandi vitið þið eitthvað aðeins meira hvað þið að segja við börnin ykkar, og ef ekki þá er ykkur velkomið að senda okkur línu ef þið erum með einhverja spurningar, er það ekki? Jú. Já. En hvert er það að senda línu? Bara trappa.is, er það ekki? Jú. Já. Og við ætlum að þakka hljóðmanninum okkar sérstaklega fyrir. Við erum staddar í HRA Audio í Kópavogi og það er Hrafnkell Sigurðsson sem er að taka okkur upp og semja stefið okkar og láta okkur hljóma alveg eins og silkikotta. Ótrúlega ánægða með þetta. Já, og bara hlökkum til að hitta ykkur næst og þá verðum við með eitthvað mjög spennandi á dagskránni. Takk í dag. Takk í dag.